Já, veriði velkomnir góður áhorfendur hér í KA TV. Hér erum við að sýna leik KA og Fjölnis í Lengjubikarnum. Með mér er Ágúst Stefánsson heiti ég og með mér er Aðalsteinn Halldórsson. Velkomin Aðalsteinn. Þakkar kærlega fyrir. Siguróli Magni og Pétur Heiðar átti ekki heimagegt í dag. Já, en við reynum að gera okkar besta í þeirra stað. Skulum kannski bara byrja á að fara yfir byrjanleik KA og förum svo við gestina í kjölfarið. Sjáum hérna hvernig kemur völlurinn. Í markinu í dag er Aron Eli. Aron Dagur. Aron Dagur fyrir ekki, ég ekki að glimta að laga nafnið. Varnarlínan Haukur, Brynjar og Torfi. Smá breyting á miðjunni frá síðasta leik. Andri, Daniel, Almar og Þorri á miðjunni. Og frammi eru svo Hallgrímur, Guðjón, Pétur og Elvar Árni. Elvar Árni kemur í staðinn fyrir Sæþór. Hvernig líst þér á þetta, Steini? Mér líst bara mjög vel á þetta. Hrannar og Alexander Gröfin hafa verið að leysa wingback-stöðurnar í fyrstu leikjum, þannig að það verður athyglisvert að sjá hvernig það verður leyst í dag í fjárverði þeirra. Já. Og kjölfarið skulum við kíkja hérna á liðskipan. Hérna er sem sé varamaður KA. Aron Eli er sem sé varamaður í dag. Svo er Callum Williams mættur aftur landsins, við hann velkominn. Svo eru Ólafur Aron Pétursson, Steinþór Freyr Þorsteinsson, Sæþór Olgeirsson, Nökkvi Þeyr Þórisson og Bjarni Aðsteinsson og þjálfari er Óli Stefán Flóventsson, nýkominn frá Noregi. Fjölnismenn þeir byrja svona, Atli Gunnar í markinu og útileikmenn eru svo Eysteinn Þorri, Bergsveinn Ólafs, Ingibjörg Kort, Arnór Breki, Jón Gísli Ström, Sigurpáll Melberg, Valgeir Lundal, Hans Viktor, Guðmundur Karl og Jóhann Árni Gunnarsson. Bekkurinn þeirra er sem sé skipað þeim Sigurðurinn Daða, Kristján Gregor, Helga Snæ, Viktoria Andra, Antoni Frey og Kristófur Óskarsinni. Og dómarar leiksins eru þeir Bjarni Hrannar Héðinsson og honum til aðstoðar Eðvarð Eðvarsson og Ásgeir Þór Ásgeirsson. Já, þetta verður vonandi bara spennandi og flottur leikur. KA búið að spila mjög vel undirbúin til þessa. Já, svo vægt sér til orða tekið. Þeir eru búin að vera frábærir og það er vonandi að vera áframhald á því í dag. Já, KA búið að vinna alla leikina undirbúin til þessa, bæði Lengjubikarnum og Kjarnafæðismótinu. Og spurning hvernig þeir leggja þennan leiku upp. KA alltaf búið að vinna riðilinn og tryggja sér sæti í undanúrslitum. Að kannski, hvort að við mæti kannski með einhvern aðeins öðru sem huga þennan leik. Já, það er spurning, en með hvernig liðið er þá virðist Óli ekki ætla að tefla fram einhverju varaliði hér. Já, nei, en það er svo sem komin fín breytt í KA-liðið og ungu sákar sem hafa fengið sénsinn í síðustu leikjum eru bara búin að sýna það að þeir eru alveg klárir í að takast á þessu stóra verkefni að spila í Pepsi Max-deildinni, myndi ég segja. Aukaspyrna hér fyrir KA-liðið. Guðjón Pétur tekur hann snöggt á Grímsa. Gefur hann upp á Þorra sem finnur Danna. Sem missir hann út af. Fjölnismenn með boltan hér í öftustu línu. Gauji nálægt í að vinna boltan þarna. Guðmundur Karl með langa sendingu fram á Jón Gísla Ström. Guðmundur Karl fær hann aftur. Reynir skotið. En vörn KA er fyrir. KA-liðið eins og segir komnir í undanúrslitaleikinn sem verður á 50. næsta. Já. Gegn IA. Gegn IA og leikið á Akranesi. Þannig að við svo sem vonum það ef að KA nær að klára það verkefni að við myndum hugsanlega að fá það úrslitaleik hérna fyrir norðan. Já, KA er einmitt að fara til Tyrklands í æfingarferð að ég held strax að leik loknum. Já, kórrétt. Þannig að og þetta er eins og bara sem að öll liðin er að gera í dag, hvort sem þau séu í Pepsi Max-deildinni eða í Inkasso, að það er allir að fara út í utanlandsferðir og verður áhuga að sjá hvað kemur út af henni. Þetta við hreistir hópinn veglega saman í svona ferðir. Já. Torfi með boltan hér spila móti sínum fyrrum samherjum og
er sjálfsögur bara á láni hjá Káa frá Fjölni. Já, og þetta Almar svo sem leik með þetta Fjölni í fyrra líka. Já. Hann ætti að þekka þetta vel. Brynjar með skiptingu sem Valgeir Lundal kemst inn í. Jón Gísli Ström gefur hann aftur á Valgeir sem gefur hann fyrir og Jóhann Árni Gunnarsson á hér skot sem Aron Dagur ver auðveldlega. Já, laglega sótt á gestunum og sjáum hérna aftur að mjög gott skotfæri og hafði alveg dágóðan tíma að munda skotfótinn hérna. Já. En Aron Dagur vel á varðbergi hérna og vel geta að grípa hann. Já, fyrsta skotið ætla að sé rætt frá marki komið. Sjáum að Þorri er að spila hérna hægri wingback, er afar framalega. Hrannar hefur verið í þeirri stöðu. Hér er Guðmundur Karl með boltan, gefur hann að Valgeir, hann sækir á Andrafannar. Torfi skallar þetta frá. Guðjón Pétur í baráttunni, verið brotið á honum og Bjarni Hrannar dæmir aukaspyrnu. Já, fínt aðeins að ná að anda þarna og gengið erfiðlega að ná að losa að koma okkur undan pressu gestana til þessa og svona Fjölnismenn hafa svona náð að setja smá pressu á okkur. Fjölnismenn verið nokkur sprækir í Lengjubikarnum í ár, er í 3. sæti í riðlinum, gerðu menn á sig jafntefli við Íslandsmeistara Vals. Já, hvað, ekki einn af 2 leikjum sem Valur misti stig í þessari keppni. Jú, eins og fræktir orð fyrir okkur. Gott ef ekki. Hér er Danni kominn, skiptir yfir á Elvar Árna, slögsending sem að endar út fyrir. Fjölnismenn missa boltan hér, Brynjar með hann. Andri og innkast. Andri skiptir yfir á Hauk Heiðar. Já, Káa-liðið fara að halda miklu meira bolta eftir að Óli Stefán tók við og svona töluvert annað að fylgjast með spilum Káa núna miðað við undirstjórn Túfa. Já. Talandi Túfa, hann gerði hann ansi góða ferð í Bóan í gær. Já, Túfa, Rækó og Vladimir Túfikic. Já, algjörlega, þessir mögnuðu kappar unnu 3-1 sigur með Grindavík á Þór. Ég held að þeim hafa ekkert leiðist það. Andri, slæmsending, Guðmundur Karl í færi og Almar kemst þarna á milli. Þarna mátti litlu muna. Smá væri kærð í vörn Káa. Já, hann tegur bara boltan, þetta er vel gert. Engi sendingar frá markmann. Nei, sýnist að bolti komin inn á völlin hann. Það er að segja aukabolti. Já. Það á alltaf að vera alla veiðbolt á völlinum. Já, mikið rétt. En já, vel gert hjá Almar og við líka frábær innkoma að fá Almar aftur í Káa-liðið því líka bara hann er búinn að vera feikilega góður á undirbúrstímabilinu. Hér er Grímsi með sendingunni Elvar Árna aðeins og löng og Atli Gunnar í marki Fjölnis kemst inn í. Já, þetta höfður svona tiltölulega rólega af stað. Þetta kannski ekkert mikið undir per se en auðvitað mikilvægur leikur sko, fyrir þjálfarinn að nýta sér stutt í sumarið. Mikilvægt að stilla saman strengina og æfa ákveðin atriði bara. Já, algjörlega. Hér er Brynjar Ingi í baráttunni, Fjölnismenn vilja aukaspyrnu. Ég er nú nokkuð sammála þeim, hann með hendurnar full mikið á sóknarmanni í Fjölnis. Hann og Jón Gísla. Já, Brynjar Ingi er líka búinn að vera virkilega flottur á undirbúrstímabilinu og heldur betur að stimpla sig inn sem bara stóran leikmann í varnarlínunum okkar. Káa-liðið með boltan hér, Elvar Árni. Elvar Árni er búinn að vera að sækja svolítið mikið niður í byrjun leiks. Það erum við ekki með neitt upp á topp núna.
og ákveðtis pláss. Þorri, Haukur kominn á kunnulega slóðir en bakkar aðeins út úr þessu. Almar með boltan, skiptir yfir á Andra Fannar. Brynjar Ingi með hann hér í öftustu línu. Káaliði missir boltan hér út af, innkast Fjölnir. Atli Gunnar gefur hann hér. Torfi kemst inn í þetta. Torfi sendur hann á Brynjar. Rólegar upphafsmínútur í þessu hér. Andri með skiptingu á Grímsa. Hann kemur Þorri utan á hlaupið og Haukur með honum. Haukur í fyrirgjafastöðu. En Fjölnismenn komast inn í þessa sendingu. Torfi vinnur boltan hins vegar fljótt aftur. Já. Við erum svolítið mikið að það er búin að taka svona stjórnina á þessu núna eftir að Fjölnismenn byrjuðu kannski fyrstu 3-4 mínúturnar aðeins betur en núna gengur erfiðlega að halda boltan í gestunum. Missa hann hér út af Andri Fannar. Jón Gísli í barðinu og Andra. Ká að vinna boltan. Almar. Og innkast sem að Fjölnir á. Já. Þessi hárrið þáttur að Káa minn sig eitthvað að mótmæla þessu. Káa minn vildu meina að boltin hefði verið farinn. Fjölnismenn koma hér upp. Þorri með boltan. Jóhann Árni á miðunni. Gefur hérna langa sendingu á Valgeir. Með fyrirgjöf. Og það er mark. Vel gert á gestunum. Ingibergur Kort Sigurðsson skorar hér fyrsta markleiksins eftir 11 mínúta leik. Þetta var full einfalt. En enga síður laglega að spila hjá Fjölnismönnum. Góð skipting hér á Valgeir og hér kemur Ingibergur Kort og klárar þetta laglega. Já, vel gert líka komið fyrirgjöf í fyrsta þarna. Hún er hún sem skapar svolítið skottfærið þarna. Og já, maður er svona nýbúinn að tala um það að Káa væri komið algjörlega stjórn svolítið á svona valdabartanum boltan en þetta var snögglega afgreitt hjá gestunum og já, markið bara listilega vel gert. Held þetta sé fyrst skipti í lengjubögn sem Káa lendir undir, ekki rétt? Jú, ég held að það sé bara hárrétt hjá þér. Spurning hvernig og það er gaman að sjá hvernig liðið bregst við þessu. Já, við lendum undir á Þór í kjarnavæðsmótinu. Það er alltaf þessi ekki eina skipti sem við lendum undir í á undirbúrstímabilinu til þessa. Þannig að já, áhugavert að sjá hvernig við bregðumst við. Þetta vonandi að opna líka svolítið leiki, hann búið að vera svolítið lokaður til þessa. Já. Káa með innkast, Þorri tekur það strax. Danni í baráttunni. Kemst þarna fram hjá varnarmanni Fjölnis. Komin í ágæti stöðu. Og Elvar Árni með ansi marga Fjölnismenn í kringu sig.
og þeir ná að bjarga þessu frá. Haukur Heiðar vinnur boltan. Brynjar með skiptingu hér á Andra Fannar. Gauji Lýðs með skiptingu á Þorra og Fjölnismenn sparka þessu út af. Káa að tapa hér boltanum. Jón Gísli Ström. En Brynjar neglir þessu frá. Já, það spurning hvort það finnist einhverjir veikleikar á þessu 3-4-3 kerfi okkar núna í næstu leikjum. Allavega, við höfum allavega ekki mörglið náð að opna okkur mikið hérna í Lengjubikarnum til þessa. Það var þessi smá kafli á móti Aftureldingu sem að Afturelding skoraði 3 mörk á okkur í 5-3 sigri Káa. Já, það eins og maður segir, það bara kannski fínt að sjá einhverja veikleika á undirbúrstímabilinu sem maður getur lagað fyrir alvöruna. Algjörlega. Andri Fannar og Gauji með laglegan þrýrning. Danni með boltan hér fyrir utan. Setur hann út á kant á Þorra. Upp í horn á Danna. Haukur úti í fyrirgjáðastöðu. Með krossinn, en Fjölnismenn bjarga þessu. Gauji og Andri. Gauji með skiptingu á Þorra. Þorri og Grímsi með laglegan samleik. Þorri gerir þetta vel. Stígur út en missir boltan aðeins langt frá sér. Torfi vinnur þetta vel. Andri með boltan hér og spilar aftur. Brynjar missir boltan og Fjölnismenn vildi fá eitthvað meira en Káa komið í skyndisókn. Elli missir hann aðeins langt frá sér og Fjölnismenn eiga hann. Já, liggur hérna eftir. Ingibergur, markaskorarinn, liggur hér eftir viðskipti við Brynjar Inga. Já. Sjáum við hérna aftur. Fer full glæfrali í þetta en Bjarni Hrannar gefur merkjum að hann hefur farið í boltan. Já. Mér sýndist. Sem ekki gott að sjá þetta. Fór svona í bolta og svo mannin. Já. En hann allavega staðinn upp, hann Ingibergur og við erum allavega að halda áfram. Fjölnismenn byrjaðir hérna, erum boltan á miðunni. Jóhann Árni. Og Torfi gerir vel, vinnur sér framfyrir. Danni með boltan. Grímsi kominn í áreitlega stöðu. Og skýtur hér rétt yfir. Já, ekki galinn tilraun hjá Grímsa. Það var aðeins að sækja sér veðrið núna. Ekkert að þessu, bara fínt skotfæri fyrir mann eins og Grímsa með góðan skotfót. Já, Káa ekki ennþá eftir að ná skot á markið. Jó, þetta var fyrsta skot Káarinn í leiknum. Þetta var náttúrulega ekki á markið eins og við sáum. Gungavilega. Skallatennis hér, boltinn endar á Andra. Gefur hann upp á Gauja. Gauji í baráttunni. Spilar á Torfa. Hann pressaði vel á Jón Gísla og brýtur á sér. Já, spurning með spjaldið þarna. Bjarni Hrannar fyrir vassan og Torfi fær hér fyrsta gula spjaldið. Þetta sé bara hárrétt. Já, það er bara alveg klart mál. Torfi misti þetta boltan og ákvaða bara að brjóta í staðinn fyrir að kemast hann í mjög góða fyrirgjáðastöðu. En enga sér alltaf mikil hætta núna, aukaspyrna á hættulegum stað.
Jóhann Árni verðist taka þetta. Elli skallar þetta frá. Hans Viktor í baráttunni við Þorra. Og Fjölnismenn í einkast. Ingibergur í baráttunni við Hauk og fellur niður en ekki dæmt. Finnst Fjölnismenn vera nokkuð klókir. Þeir eru að pressa okkur svolítið hátt á vellinum. Þeir eru Valgeir í baráttunni við Andra Fannar sem stígur fyrir hann og gerir vel og Valgeir er brotlegur. Það var klókt hjá Andra að taka sér stöðu inn fyrir sóknarmanninn. Stíga hann út. Já, Andri Mæga, hann er búinn að orðið ansi reynslu mikill og bara frábær leikmaður og góð viðbót til okkar leikmannahópa að fá hann aftur heim. Það var bara ansi lengi núna í herbúðum Vals. Og leikmaður sem að leysir margar stöður. Og ekkert ósvipað var Almari, getur spilað á miðunni en líka annar staðar. Ef þessi krafist. Já, þetta svona spurning hvort við náum eitthvað að sprengja upp leikinn að þeir eru að verjast mjög vel gestirnir úr grafiðinum og líta bara ansi vel út alltaf þessar fyrstu mínútur. Já, þeir liggja svolítið aftur og pressa okkur svo þegar tækifæri gefast líkt og hérna og vinna hann og sækja svo hratt. Hér er Ingibergur, gefur hann á en þeir missa boltan hérna. Hans Viktor miðvörun, hér er annar bolti komin inn á völlin. Torfi með boltan hér, reynir að finna Grímsa sem er aðleitt hann. Gefur hann upp á Þorra, lagleg sending. En flott útlaup hjá Atla Gunnari í marki Fjölnis. Já, þetta gefur okkur rosalega aukið sóknarbit að hafa Þorra á kattinum. Ótrúlega snöggur strákur og duglegur. Akkurát. Og alltaf bróður hans, hann Nökkvi líka mjög öflugur, þeir skoruðu báður í síðasta leik. Hér sparkar Atli Gunnar upp í loftið. Aðeins læra til loft sér en í Egilshöllinni og hann greinilega óvanur því. Sem þýðir að Fjölnismenn sparka boltanum til Káa. Já, það mögnuð þessi dómarakost, það var mikið búið að tala um þau umræðinni. Það er eitt að sjá þetta í Lengjubikarnum, það er spurning hvernig það verður í Pepsi Max-deildinni. Já. Það er kannski aðeins meira undir í leikjunum. Káa með sendingu út af. Þá er líka bara að reyna að segja Pepsi Max-deildinni eins oft og ég get til að koma því í hausinn á mér að venjast Maxaranum. Venjast Maxaranum, það er hárrétt. Frekar óþjált nafn, verður að viðkennast. Hér Fjölnismenn alveg þegar vinna boltan en Almar gerir vel. Torfi með hann hér, reynir skiptingun á Andra. En bjargar þessu og Fjölnismenn sækja hratt. Valgeir kemur hér, gefur hann Ingiberg. Sem gefur hann aftur laglega gert hjá þeim á Valgeir. Sem gefur hann fyrir og Aron gerir vel og nær í boltan. Kastar hann á Grímsa, Káalið kemur hér í skyndisókn, ekki margir þó. Grímsi hér út í hægra megin með fyrirgjöf. Það er kannski smá aðstoð þarna, kemur boltanum fyrir. Þorri missir boltan. Haukur kemst fyrir. Haukur með sendingu sem Atli Gunnar Guðmundsson í marki Fjölnis kemst inn í. Já, Haukur er náttúrulega lagði upp mark sem að Guðjón Pétur Fyrirgeði skoraði í sísta leik. Það var mögnu sending, eiginlega bara úr afturstu línu. Já, hann átti þó nokkrar góðar
langa sendingar í leiknum á HK. Vonandi við sjáum eitthvað meira af því í dag. Já, jafnvel kannski meira frá honum, en hann spilaði alltaf bara fyrirháleikinn. Fjölnismenn hér með boltan, Hans Viktor og Jóhann Árna sem á slaka sendingu sem endar í innkasti. Ég með boltan hér á miðinni, Kjána Danna sem ætlar að skipta á Andra sem dauða frí hérna vinstra megin og Andri með sendingu inn á Elvar Árna en hún aðeins og löng og Atli í marki Fjölnis kemst inn í þetta. Já, Atli var hann rosalega snöggur að koma sér út úr markinu og halda saman alla bolta sem koma inn í teginn og það bara lykilatriði til í varnarleiknum að hafa svona hálfgerðan svíper í markmannunum. Hér Aron Dagur lendir í samstuði við Jón Gísla Ström en ekki dæmt og hann liggur eftir. Bjarni hann að stoppa leikinn. Já, við reynum að sjá þetta aftur. Þetta kemur boltinn. Já, ég veit ekki alveg, sjá þetta aftur kannski. Sending hér. Hann komin út fyrir og svo verið sem Jón Gísli fari bara inn í hann. Hann of seinn. Já, vonum að sé lægi með Aron. Aron Elí Gíslason farin að hitta upp. Já, hann ætlar að spila í síðasta leik, annars hefur Aron Dagur spila leikina í Lengjubikarnum fyrir okkur. Halldór Hermann, sjúkraþjálfari KM-manna, spyr hann hér spurunum úr. Sýnist að hann muni halda áfram. Já, kannski bara vilja fá smá athygli. Ekki gott að segja. Ekki gott að segja, en hann staðan á lappir. En já, allir við fáum ekki bara útsparkið. Við sýndist alltaf ekki vera dæmt neitt á þetta. Nei. Sem betur við fór boltinn ekki markið. Nei, hann hefði sennilega líka náð honum hérna varnarmenn KA, þeir voru komnir aftur fyrir hann. Bjarni sýnist bara að droppa boltanum niður hjá honum. KA Andri með boltan hér upp á Elvar Árna sem snýr, missir hann frá sér og Bergsveinn. Elvar Árni í baráttunni, ekki rangstæður, broti á honum og dæmd vítaspyrna. Hér broti á Elvar Árna og KA fær vítaspyrnu og Fjölnismenn eru vægast sagt ósáttir. Já, við skulum sjá þetta aftur. Kemur langur bolti, Elvar Árni vildi fyrst fara rangstöðu en Hans Viktor brýtur þarna á honum. Það erfitt að sjá. Við sjáum þetta. Þetta er guldspjald á Bergsveinn Ólafsson fyrir mótmæli sýnist mér. Það var Hans Viktor sem braut á honum Elvari. Já. Elvar búinn að setja boltan á punktinn og virðist alltaf að taka þetta sjálfur. Við sjáum þetta aftur hérna aðeins hægar. Sending fram, Elvar ekki rangstæður. Þarna aðeins broti í hann og svo. Já, svona fær eitthvað höggað aftan á löppina og hér annað gult spjald. Sýndist að vera Guðmundur Karl. Og Fjölnismenn þá búin að fá 2 gul spjöld fyrir mótmæli hérna. Já, þetta virkaði kannski svona smá soft en að búið að flauta og þýðir ekkert að halda áfram að tuða og fá, eins og segi, 2 gul spjöld út af þessu. En Elvar Árni klókur virtist sækja snertinguna þarna.
Hvað gerir Elvar Árni? Hansi örugg vítaskytta. Hann þrumar þessu beint á markið og jafna metin fyrir KA. Hans 5. mark í Lengjubikarnum. Já, oft kallaður kóngur á undirbúrstímabilinu. Ég vil bara segja kóngur yfir höfuð. Já, ég er sammála því. Ég held að hann fari í 10 marka múrin í sumar. Hér sjáum við vítið aftur. Þurfum hann svo mitt markið og gerir þetta öryggi. Staðan hann í upp. Já. Fjölnismenn þrjumur sig hér upp í horn. Það er spurning hvernig liðin svara þessu. Sýnist svona aukinn harka verið að fara til leikinn. Já, broturna svolítið Almari en Almar sagði ekki orð. Gummi Kalli í baráttunni hér með skot. Torfi fyrir, Danni. Guðmundur Karl fekk náttúrulega gult fyrir mótmælið þannig að það þarf að passa sig. Danni í tæklinguna vinnur boltan. Elvar Árni hér upp á topp. Og Danni. Hvað var einkastið? Já, hann sé vel þegið að fá þetta víti og við erum komin aftur inn í leikinn 1-1 Já, þetta virtist ekkert vera virtist ekkert svona voru ekki beint líklegir. Nei, við vorum ekki búin að skapa okkur neitt annað, þau bara skotfærið hans Grímsa hann á utan teig sem fór rétt yfir markið. Þannig að þetta var kærkomið, kom svona algjörlega upp á þurru. Mér sýndist líka að bolti fara inn fyrir af varnarmanni Fjölnis sem var í baráttunni á Almar. Það sé að sendingin inn á Elvar Árna. Já. Hér eru Fjölnismenn. Danni brýtur á Guðmundur Karli, fær gult spjald. Kominn 4 gult spjöld í leikinn. Já, þetta er spurning að það verði eitthvað rauð. Það hafa verið rauðspjöld í leikjum KA til þess allavega. HK fekk allavega 1 rauðspjald gegn okkur í síðasta leik. KA var 5-1 sigur. Og svo Valsar fengur líka til rautt. Hér er við unnum 4-0. Það sé ekki upptalið rauðspjöldina mót okkur í leikinni. Lengjunni, jú. Það verðist vera eins og það sé komið aðeins þar að tempo í leikinn. Hér góð sending inn fyrir. En Þorri gerir vel. Hleypar hann uppi þarna. Haukur í baráttunni þarna og brotið á honum. Bjarni Hrannar dæmir aukaspyrnu. Já, Haukur kvinkar sér eitthvað aðeins eftir þetta. Það verðist vera í lagi sem er jákvætt. Haukur sendi fram Elvar Árni í baráttunni, Bergsveinn vinnur hann í þeirri baráttu. Þorri gefur hann á Hauk, Bjarn Brynjar með hann í vörninni, gerir vel að losa boltan undan pressu og Torfi hér. Gefur hann á Andra Fannar, hér er vinstra megin. Sem að gefur hann missi boltan hér, gefur hann beint á Hans Viktor. Hér er Torfi í baráttu við Ingi Berg sem að Haukur með skiptingu hér á Andra en sendingin aðeins og aftarlega og endan í innkasti. Já, spurning hvað þetta mark KA nái aðeins að ýta gesturum aftur aðeins upp á völlinni. Voru fannir að verjast með aðeins fleiri mönnum, það er að segja aðeins aftar, þannig að við fundum við lengar opnanir. Og ég alveg vissum það að Fjölnir verður í baráttu í sumar að komast aftur upp í deild þeirra bestu. Andri með sendingu hér inn á Gauja. Elvar í baráttunni aftur. Boltinn endar hjá Hauki Heiðari. Gerir þetta vel. Almar með mann í bakið. Andri með hann hér vinstra megin. Mikið pláss og tíma.
Það spilar aftur Andri með sendingu á Brynjar sem gefur hann aftur á Aron Dag. Káa fundið fáar opnanir á Fjölnisvörninni hér fyrsta hálftíman. Andri í baráttunni við Valgeir og Valgeir hefur betur. Það er með boltan hér hægra megin. Jóhann Árni Haukur vinnur boltan. Káa fær innkast. Danni með hann hér á miðjunni. Káa spila hér í öftustu línu. Haukur með hann hérna hægra megin. Torfi í baráttunni. Losar hann á Brynjar Inga. Guðjón Pétur með mann í bakið. Brynjar með langan bolta á Hallgrím. Danni vinnur boltan. Brynjar Ingi hér. Baráttunni við Jón Gísla, Guðmundur Karl. En Almar gerir vel. Góð tækling. En Valgeir er hér með boltan hægra megin. Valgeir með fyrirgjöf. En Aron Dagur gerir vel. Kastar hann beint hér á Grímsa og Káa liðið reynir að sækja hratt. Grímsi, Elvar og Guðjón Pétur og Andri Fannar eru hér. 4 gegn 5, ef ekki 6 varnarmönnum. Og Káa fær hér hornspyrnu. Já, fyrsta horn leiksins. Og koma stóru mennir inn á teginn. Brynjar Ingi, Torfi, Haukur Heiðar. Ég ætla að spá því að Haukur Heiðar skori núna. Já. Grímsi Káa taka hornin stutt. Gauji með hann hér. En þetta var slök fyrirgjöf og Fjölnismenn sækja hér hratt. Andri í baráttunni við Ingiberg og sparkar þessu út af. Klókur Andri þarna að taka hlaupið og vera klár í hérna bolta. Tók enga sénsa þarna og sparkaði þessu bara út af. Skynsalegt. En já, ég er búinn að hrífa svolítið af Fjölnismönnum til þessa í svona leik. Búinn að vera mjög bara agaðir og vel skipulagðir. Já. Það voru þétt tilbaka, verðist einhver leikmaður að vera meiddur hér. Liggur þarna eftir. Og sýnist Fjölnismenn vera undirbúa skiptingu. Það er einhver að klæða sig þarna úr upplýðunargalanum. Sjáum að... Er þetta ekki Jón Gísli Ström, sýnist mér? Jú. Sjáum við þetta fyrir leikmaður Káa. Magnús Birkir Hilmarsson er söguþjálfari Fjölnis í þessum leik. Það eru Káamenn allstaðar. Það er nokkuð ljóst. Og þeir ætla bara að gera skiptingu. Stuttbústan er númer 19. Já, þetta er þá vantarlega Viktor Andri Hafþórsson sem er að koma. En nefnum það að tala um stærðina á þeim. Já. Medium. Medium, já. Það er engin númer medium, það er allavega hérna í leikskráni. En Jón Gísli Ström er að koma út af hérna. Viktor Andri. Ekki hann gamall, hann er 2001 módel. Já. Líklega komið bílpróf þó. Má ekki vera ríkið samt. Nei, aðeins í það. Fjölnismenn með hann hér. Atli markvörður gefur hann Hans Viktor.
Káa að pressa á hér. Þorri vinnur hann hér. Almar missir boltan og nú sækja þær hratt. 4-3 á 2 Káamenn. Guðmundur Karl, hann frábær markvarsla hjá Aroni Degi. Þetta var laglega gert. Sjáum þetta aftur. Fjölnismenn skruggu fljóti fram á við. Varamaður Viktor hérna með sendingu á Guðmund Karl og Aron Dagur gerði gífulega vel að verja þetta. Já, magnaður Aron Dagur hefur verið viðlóðin U21 landsliði núna undanfernu ásandunum Aron Eli líka. Já. Voru vísu hvorugur í hópnum sem var gefin út nú í vikunni. En koma væntanlega sterkir í næst, ég trúi ekki öru. Hornspyrna Elvar Árni bæjar hattinu frá. Þorri pressar hér. Og boltinn endar hjá Aroni sem grýtir boltanum á Guðjón Pétur. Kámenn hér með innkast. Þeirra rúmar 6 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Spurning hvort það sé einhver uppbótartími, ætla fór hann smá tími í að huga Aroni Degi. Líklega 2 mínútur uppbótartíma eftir mjög áræðilegum heimildum. Elvar Árni umgríndur þarna. Káa vinna boltan. Gauji virðist broti á honum en ekki dæmt. Káa fær innkast. Já, þeir var væntanlega vilja að fá auðkasturinn frekar. Þorri hér gerir vel og Grímsi. Bergsveit fer fyrir þetta. Andri með boltan hér. Andri setur hann aftur á Brynjar Inga. Kefur hann aftur á Aron Dag. Káa spila hann hér í öftustu línu. Já, við erum að reyna að lokka það aðeins framar á völlinn. Skapa smá pláss hérna frammi við. Fjölnismenn eru duglegir, þeir sinna varnarvinnunni vel en Grímsi hefur með langa skiptingu á Þorra sem að missi boltan aðeins langt frá sér. Danni vinnur hann aftur og broti á Danna. Aukaspyrna fyrir Káa. Káa sendir stórumenninn inn á teginn. Já, það er spurning hvort að Haukur Heiðar skori núna. Allavega í leiknum vona ég. Já. Káa feikilega sterkir í förstum leikadröfum síðastu sumar. Spurning hvað gerist hér. Gauji með spinnuna. Og Haukur í baráttunni sparkar hér í varnarmann Fjölnis sem liggur eftir. Og kalla á aðstoð hérna. Þetta er ekki verið þægilegt. Lítur ekki vel út. Svo sjá þetta aftur hérna. Engin ásetningur í þessu. Já, og þarna er Haukur aðeins klauskur. Spurning hvort að aftur á móti varnarmaðurinn sem að beygir hausinn aðeins niður líka. Já, alltaf hugsa sjálfsögum að skalla boltan hann og Haukur er alltaf að reyna að sparki boltan á sama tíma. Spurning hvort að Haukur fái spjald fyrir vikið. Ég held ekki, mér finnst þetta að vera svona beggja blands. En já, ótrúlega gott að fá Haukur Heiðar aftur í Káa. Hann hefur spilað 91 leik fyrir félagið í deild og bikar. Gert í þeim 8 mörk. Það er ekki líklegt að hann bæti við einhverjum mörkum í sumar.
Þegar hans hræddur það. En mér sýnist Fjölnismenn vera að gera hér merki á varamannabekkina. Það þurfa að skipta þessum leikmenn út af. Sé nú ekki alveg hver liggur eftir þetta. Já, áfram tilur klukkan, þannig að eitthvað verður upp á tíminn fyrir vikið. Má vera 2 núna meiðsli sem hafa tekið tíma. Eysteinn Þorri sem að liggur þarna eftir. Já. Vonum að og Fjölnismenn gera skiptingu. Það er allavega komin hér leikmaður sem er að gera sig kláran að koma inn á. Já, þannig að Eysteinn Þorri er að fara út af. Og Anton Freyr Ársælsson kemur inn á hans stað. KM-menn, það eru menn komin inn hér með börur. Og Eysteinn borinn af velli. Magnús Birkir, sjúkraþjálfari. Já, sjáum hérna Sigurður Magni sem gaf sér ekki kost á að lýsa í dag. Hann er fara á börrum í staðinn. Hann hefur verið farið upp í teign. Já. Það vorum að sé í lagi með Eysteinn og að sjálfsögðu ekki teknið neini sénsar með höfuðhögg. Sjálfsögðu ekki harka af þér. Herferðin að skila sér. Já. Svo við þekkjum náttúrulega sérstaklega með honum Elvari Árna Aðarsteinsinni. Það virðist vera sem að 3 mínútum verði bætt við fyrir hálfleikinn. Já. Leikurinn kominn aftur á stað. Torfi skallar þetta. Elvar í baráttunni og Bergsveinn fyrirliði Fjölnismanna dæmdur brotlegur. Almar tekur spyrnuna snögt. Káa tæpir hér á miðjunni en leysu þessu. Grímsi með boltan hér á miðjunni en sendingin og löng. Elli pressar hér vel. Þorri sparkar boltanum út af. Já, það er spurning hvort það verði meira líf í seinni hálfleiknum. Ég ætla að gera ráð fyrir því að Óli Stefán minni eitthvað aðeins skerpa á leik okkar liðs. Við höfum segja bara hreint út, við erum svolítið undir í þessum leik finnst mér. Og seinni hálfleikar hjá KA í vetur hafa verið afar fjörlegir, þannig að við vonum að það verði meiri sóknarbolti í seinni hálfleik. Já, svona eins og frækt árið það var 0-0 leikt á móti Aftureldingu í hálfleik. Leikurinn endaði svo 3-5 fyrir KA, hvorki meira en minna. Ég held svo sem við fáum ekki 8 mörk í seinni hálfleik. Það væri frekja að biðja það. Já, ég skal sætta mig við 7. Já, fara að vera að koma 2 mínútur búnar á þessum 3 mínútur upp á tímanum. Svo líka ná einu góðu tækifæri. Það er flaut að vera til hálfleiks. Brynjar með langa bolta hér á Þorra. Meira aðeins og langur og endar í innkasti. Káa vinnur í boltan, Gauji á Danna sem er í
sem reynir hér sendingu en hún mislukkuð og enda boltinn hjá Atla í markinu. Elvar Árni pressar hann hér, Atli í smá vandræðum og Fjölnismenn eiga hér innkast þegar 3 mínútur eru liðnar og Bjarni flautar til hálfleiks. Staðan 1-1. Já, við kíkja á mörkin aftur. Fjölnismenn sem að komast yfir í 1-0 11 mínútu. Frábær sending af Valgeiri á Ingiberg sem kláraði þetta vel. Og K.A. jafnaði svo mittinn úr vítaspyrnu 28. mínútu. Elvar Árni. Öryggið uppmálað þruma þessu beintamarkið. Já, ekki nóg með að skora, sótt hann líka víti sjálfur og maður kannski getur svolítið sagt að hann hafi sótt vítið á. Sýnist að Eysteinn sé að fara hér með sjúkrabíl. Já. Vonum að sendum honum batakauður. Já, en eins og við tölum náttúrulega þegar kemur að höfuðmeiðslum þá sjálfsög tekur engan séns, þannig að það kannski bara fínt að fara upp á sjúkrahús og ganga á skugga að allt sé með feldu. En já, óskum honum góðs bata, en við þurfum að taka okkur, við tökum kannski smá, rennum við kannski tölfræðina til þessa, hún svo sem ekkert voðalega flókin hjá okkur í þessu sinni. Fjölnismenn með aðeins fleiri skot, öll þeirra skota á ramman, búin að skora 1 mark og 2 góða vörslur hjá Aroni Degi. K.A. raunir bara með 1 skot úr venjulegu leik fyrir utan vítið. Já. Þannig að þetta hefur verið frekar rólegt hjá okkur til þessa og vonandi að seinni hálfleikurinn sé aðeins opnari og svona meira spennandi. Akkurat. En við tökum okkur smá hlé og komum svo að vörmum spori í seinni hálfleik. Takk fyrir Billy. Bærsynda, glæsilega gert Ásgeir Sigurgeirsson. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnum lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Gerir það, frábær sending, glæsilegt mark, KA-menn eru komnir yfir og það ungi strákurinn Bjarni Mark Antonsson. Við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Meira! Áfram KA-menn og einu sinni enn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur. Elvar Árni Aðalsteinsson að koma KA yfir. Þessum leik, við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik.
Setningin tegin og hér vel gert í þvílíkt mark maður. Þetta eitt af mörkum sumarsins, stórkostlega gert. Það gerir Elvar frábærlega þegar hann tekur við honum hann utan og það leggur hann á varamannin Ímir Már Geirsson sem sé frábær afgreiðsla. Magna. Fótboltinn æðisgengið áhugamál. Nákvæmlega boltinn. Bergsveita, glæsilega gert. Ásgeir Sigurgeirsson. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnum lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KM-menn, áfram KM-menn, áfram KM-menn. Áfram KM-menn, áfram KM-menn, áfram KM-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Frábær sending, glæsilegt mark. KM-menn eru komnir yfir og það ungi strákurinn Bjarni Mark Antonsson. Við viljum sigur í þessum Áfram KM-menn, áfram KM-menn, áfram KM-menn. Meira! Áfram KM-menn og einu sinni enn. Áfram KM-menn, áfram KM-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur. Elvar Árni Aðalsteinsson að koma KA yfir. Þessum leik, við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum Setningin tegin og hér vel gert í þvílíkt mark maður. Þetta eitt af mörkum sumarsins, stórkostlega gert. Það gerir Elvar frábærlega þegar hann tekur við honum hann utan og það leggur hann á varamannin Ímir Már Geirsson sem sé frábær afgreiðsla. Magna. Fótboltinn æðisgengið áhugamál. Nákvæmlega boltinn. Bergsveita, glæsilega gert. Ásgeir Sigurgeirsson. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnum lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KM-menn, áfram KM-menn, áfram KM-menn.
Já, hérna eru dómarinn að koma, þannig að styttist í þetta. já, ég segi leikmennir beggja liða búin að vera að bíða og halda sér heitum. K.A. liðið að gera 2 skiptingar. Hérna Haukur Heiðar Hauksson Kemur út af. hérna og í hans stað það Bjarni Aðarsteinsson sem kemur inn. Svo var einnig skipting hjá að Guðjón Pétur Lýðsson fór út og í hans stað það hann Steinþór Freyr Þorsteinsson. Steinþór búinn að vera aðeins meiddur upp á síðkastið í vetur. Gaman að sjá hann aftur. Já, Sýnist að vera óbreytt hjá Fjölnismönnum en það gerðu þeir 2 skiptingar í fyrri hálfleik. já, að spurning hvort að Steinþór náði að sprengja þessu upp tempóið. Ætlalega hrikalega snöggur og sóknar þengjandi leikmaður. Allt öðru sér leikmaður en Guðjón Pétur í þessari stöðu. Bjarni virðist vera að fara að flauta leikinn á. Það segir Bjarni dómari. Ekki Bjarni sem var að koma inn á hjá Káfanum. Mikið rétt. sem var ódýr, ekki góður. 5 eru bræðandi konur í kælingu núna. Fjölnismenn nokkuð örlátir og spörkuðu bara boltanum beint til K.A. úr miðunni. Já, ég ætla ekki að skráta sem skot. Sjáum hér þeir pressa K.A. liðið hátt og Aron sparkar þessu fram. Steinþór með boltan hér og Gerir þetta vel. Það brotið. Sjá að gestin hafa brotið 6 á sér til þess að K.A. aðeins 2 svar. Bæði lið með 2 gul. Þó hvoru fyrir brot hjá gestinum. K.A. missaði boltan. Torfi skallar hann frá. Torfi búinn að vera sterkur í dag. Brynjar með skiptinguna á Steinþór Frey sem er réttstæður. Almar gefur hann andra og Danni með hann hér á miðunni og verður stæðilega skipti yfir á Þorra. Gerir það. Þorri er hér með mikið pláss. Sækir á Fjölnismenn og gefur hann fyrir. Laglegu bolti en Hans Viktor kom vörnum við. K.A. hér í baráttunni. Bjarni með boltan á Danna. Bjarni skata boltan. Já, áfram bara með smjörið hérna. Ekkert brot hérna. Bjarni sparkar boltanum út af að pressa þarna markaskorar Fjölnis, Ingi Bergi. Fjölnismenn er mingasti, Þorri vinnur boltan, Almar Grímsi með hann hér á Steinþór sem fær pressaður og missir boltan hér á hættulegum stað. Guðmundur Karl í skotstöðu og skýtur framhjá. Já, Steinþór vildi þarna fá brot en mér sýndist þetta að vera bara eitthvað klafs. Sjáum Fjölnismenn pressa K.A. liðið mjög hátt upp, eru með 3 þarna bara við tegin. Aron spyrnir hér á Hallgrímar. Bjarni með langa bolta, góð sending hér upp á Danna sem er öskufljótur með fyrirgjöf á Elvar. Steinþór Freyr en K.A. menn á ekki að gera sér mat á þessu
og Fjölnismenn sækja þá hratt. Valgeir með sendingu upp á Guðmund en hún er allt og löng og KH fær markspyrnu. Já, svona uppáhaldsmyndir í sér áleik gefa til kynna að þetta verði svona opnara og kannski svona skemmtilegri í seinni hálfleikurinn. Skárra væri það nú. Já, það er bara algjörlega þannig sem fyrir hálfleikur var ekki mikið fyrir augað þó hann hafi gefið 2 mörk. KH spila hér á öftustu línu, leysa þetta, hendi á Steinþór. Já, slíkt hendir bestu menn. Akkurat. Mættur aftur. Góða 4 mínútur sem að 5 brotandi voru í kælingu, komnir aftur. Valgeir hér með boltan. Anton. Hans Viktor með hann hér í öftustu línu. Og Viktor varamaðurinn gefur hann hér upp á fyrirgjöf og það var laglegur sprettur hjá Arnóri Breka og markaskorarinn Ingibergur Kort var þarna kominn í ákjósanlega stöðu, ekkert ósvipað fyrsta markinu nema þarna þurfti hann að nota vinstri. Svona hálffljótt þurfti að tækla boltan líka en þetta var erfitt að ná að stýra boltanum hann og spytuð fyrir okkur ekki á ramman. En eins og ég segi, ég mjög hrifinn af hvar Fjölnismenn eru grunlega komnir í sínum undirbúningi og nokkuð ljóst að þeir verða berjast fyrir því að koma aftur til þeirra bestu. Skrifumar hérna baráttunni verður undir hérna göttunum hans. Spyrnir þessu út af. Bjarni með innkastið. Lætur Þorra sjá þetta og færi sig aftur. Grímsi með boltan hér. Þorri gefur hann aftur. Fjölnismenn þéttir sem fyrr. Brynjar Ingi með hann hér í öftustu á Bjarna. Danna. Danni með sendinguna upp á Elvar Árna. Með baráttunni Hans Viktor sem að bæðir henni frá en boltinn endar hjá Bjarna aðeins. Danni í baráttunni og svakaleg tækling hjá Ingibergi Kort. Þetta hlýtur að vera fyrstu viðbröð eru að þetta er rautt spjald en maður veit aldrei. Skulum kíkja á þetta aftur hérna. Og þetta er svakaleg tækling. Gult spjald. Ingibergur fær gult fyrir þetta. Já, þetta var hörku tækling og var að skulda alveg klálega minnsta gult spjald. Já. En Steinþór er upprisinn og heill. Já, hefði verið hrikalega fúlt fyrir Steinþór ef hann hefði meiðst þarna en sé búinn að vera því miður í miklu meiðslavandræðum eftir að hann kom til KA. Ég vil að Fjölnismenn fá brot á Bjarna en ekki dæmt. KA innkast.
Elvar Árni missi boltan frá sér og brýtur á Guðmundi Karli. Spurning hvort að Fjölnismenn ætti að leggja fyrir sig að vera aðstoðardómarar. Þeir virðast vilja hjálpa Bjarna mjög mikið með dómgæsluna. Já, mér sýndi þetta nú bara að vera típisk aukaspyrna. Já, þetta var aldrei gult, ég veit ekki hvort þeir eru að kvarta yfir því að hann hafi tekið boltan eftir á þarna, fært hann einhver kámaðurinn. Já, Bjarni sé bara svona skemmtilegur í spjallinu. Sennilega það. Þeir taka þetta stutt. Elvar vinnur boltan. Fylkin sér hann Elvar. Káalið pressar. Laglegur snúningur hjá Ingibergi. Missir hann aðeins langt frá sér. Torfi á Grímsa. Broti á honum. Aukaspyrna. Fjölnismenn að gera skiptingu. Sýnist að leikmaður númer 32 og það er Ingibergur Kort sem fer að velli. Það virðist vera sem Ásmundur ætla að senda hann í kælingu áður en hann missir hausinn algjörlega og fær seinna gula. Kristófer Óskar Óskarsson, leikmaður númer 32, kominn inn á. Pressar hér Torfa. Andri með langan upp á Elvar sem heldur honum. Bergsveit í baráttunni, vinnur boltan. Káa heldur honum samt. Andri missir hana, nei, Danni gerir vel. Torfi pressar þarna með sítansnúningin og svo aðeins og langa bolta upp í horn á Grímsa. Kannski hrósar maður svo mikið fyrir snúningin. Já. En glæsilegur var hann. Káa pressar hér. Verið svona einkennismerkið að vinna boltan ofalega. Brynjar, miskilningur þarna milli Brynjars og Bjarna. Og Viktor er með boltan þarna, en Káa gerir vel. Torfi bjargaði þessu þarna. Já, þetta getur oft verið hættan við að missa boltan akkurat þessar stöður. 2 á 1 er hættulegt á svona miklu svæði. Þorri með hann hér hægra megin. Sendar hann Almar sem skiptir yfir til vinstri og Andra. Og Andri liggur eftir. Ekkert á þetta. Já. Almar í baráttunni þarna. Fjölnismenn vinnan hér. Anton með hann hér hægra megin. Rondaður, já. Boltinn endar í höndunum á Aroni. Já, lasta vel. Já, bæði lið svona svolítið að reyna fyrir sér en svona vanta aðeins upp á að fá alveg færi. Síðan Steinþór og Hallgrímur eru búin að skipta kant. Hallgrímur komið vinstra megin, var hægra megin í fyrir áleik. Andri með hann hér. Þorri dauðafrýr hérna hægra megin. En sendingin, hann Steinþór vinnur boltan á laglegan hátt. Og er allt í einu komin í gegn og Atli ver þetta frábærlega. Þetta var hættulegasta færi Káa í seinni hálfleik og ekki bara leiknum öllum. Já, sjáum hvað gerir svo í kjölfarið. Káa ennþá með hann hér. Almar fyrir utan tegin. Sækir á. Og reynir að chippa honum þarna en þetta var yfir. Já, sjáum hérna aftur hjá Steinþóri. Laglegur sprettur, hann kemst þarna fram hjá Hans Viktori en skoti til að beint á Alla í markinu. Þetta getur Steinþór svo sannarlega og menn með ekki gefa honum neitt. Snaggaralegur. Það er bara mjög gott dæmi að lýsa Steinþóri.
Óli Stefán kallar að menn að pressa hærra, hann vil fá meiri pressu og hann að sparka Fjölnismenn honum út af. Já, grunar að Óli Stefán vilji fá aðeins meira skemmtarnagildi í þetta, hann alltaf þarf að horfa leikinn aftur eftir á, rýna eitthvað í þetta. Laga eitthvað fyrir undanúrslitaleikinn á móti IA á 5. Sem verður vantarlega í beinni á IA TV, búið að kollegar okkar þar. og það hefur verið mikið hróskilið, þeir eru með mjög flottar útsendingar. Þeir þurfum ekki að örvanda káa með þó að við verum ekki með þannleiki beinni. Verðum hins vegar með stórleiki í handboltanum annarkvöld. Káa Selfoss. Hér gerir Þorri vel, verst þessu, barkar sig innkast. Vel gert á Steinn Þorri þarna. Þorri gefur hann Grímsa sem með pláss og tíma, góða sendingu hér á Andra Fannar og Danni hann úti og inn í teiguru Elvar Árni og Steinþór. Hikið með Þorri og Hans Viktor náði að komast fyrir skoti og draga mestan kraft úr því. Já, alveg hárrétt hjá Þorra að reyna skotið þarna en vel gert hjá gesturum að koma sér fyrir þetta. Gaman að hvað Þorri óhræddur við að láta vaða og... Hann er svo beinskeyttur leikmaður, hann veit alveg hvað markið og ég held að segja svona svolítið markagráður sko, sem jákvætt. Já. Í jákvæðum skilningi þar að segja. Nákvæmlega. Hann og Nökkvi bróðir hans klárlega koma sterkir inn í Káa hópinn. Brynjar hreinsar þetta frá, Steinþór pressar. Smá hæðamunnu þarna. Hans Viktor með sendingun upp í horn á Viktor sem missir hann út af. Hans skallar þetta. Almar með boltan, brotið á honum. Káa heldur boltanum. Elvar missir boltan hér. Andri vinnur boltan hann. En þeir bjarga sig fyrir hot Fjölnismenn og sækja nú hratt. Valgeir með boltan hérna hægra megin. Sendingunni upp. Guðmundur Karl sem skallar þetta en boltinn endar hjá Aroni. Danni með skiptinguna á Grímsa og Grímsi pressar hér. Káa virðastur að fara að gera breytingu. Sæþór Olgeirsson að gera sig tilbúinn á varamannabekknum. Hér klifrar Kristófer Óskar á Torfa og Káa ætlar að gera breytingu. Það sé ekki Elvar, hann verðist að labba á velli. Hrein framherja skipting. Elvar Árni kemur hérna út af. Markaskorur í Káa. Káa gera breytingu á liðsinu út af leikmaður númer 9, Elvar Árni Aðalsteinsson. Inn á kemur leikmaður númer 28, Sæþór Olgeirsson. Já, Sæþór alltaf skoraði í síðasta leik og áttir hennu bara mjög flotta frammistöðu gegn HK og svo veit ekki að hann komi með einhverja ferska strömmæni í hennan leik. Andri hér með aukaspyrnuna. Sendir hann upp í horn á Sæþór. Grímsi með boltan endur fyrir utan teig, sækir á. Gerir þetta laglega og þarna mátti litlu muna að Grímsi hefði komið Káa yfir. Laglegu sprettur hjá honum. Lék þarna illa á varnarmenn Fjölnis. Tippar hann þarna og frábær markvarsla hjá Atla í markinu. Var þetta þarna með fótunum. Já, Atli Gunnar er búinn að eiga bara mjög flottan leik. Hann gæti alltaf lítið gert í vítinu, annars hefur hann gripið vel inn í. Atli, Þorri með boltan hér, dæmt aukaspyrna á Káa. Atli einmitt að austan og held ég uppalinn hjá Huginn á Seyðisfirði og spilaði gegn okkur í
leik fyrir austan. Já, sem við lýstum einmitt saman. Já, sælla ekki minninga. Já, þá var við Elvar Árni vítaspyrnu réttum hér í dag. Náði ekki að nýta hana og við fengum ákveð svo mark í uppbótartíma. KA-TV sé ekki eina TV sem við sýnt beint frá Seyðisfjarðarvelli. Ég held að ég er nokkuð viss það. Sannilega. En hér eru Fjölnismenn konir í sókn. Valgeir með boltan hérna. Haramenn sækir á Andra sem vest vel og það er hornspyrna. Andri steinhissa. Vildi meina að boltin hefði farið þarna af Valgeiri en Eðvarsson var ósammála því. Já, ég sá þetta ekki alveg nógu vel, erfitt að lesa í þetta. Fjölnismenn Fjölmenna í tegin skilja bara einn eftir hérna og taka hornin stutt. Þetta var vel gert, fyrirgjöfin, en Andri fyrir þetta. Aftur hornspyrna. Komur sér ágætis fyrirgjafa stöðu þarna en aftur Káa Örnin að standa fyrir sínu. Bjarni skokkar hérna varmannabekk Fjölnis og gefur að með sýnist annarkvæmt Ása eða Gunnari Guðmundssoni gult spjald. Já. Ekki veit ég hverju þeir hafa verið að mótmæla hana. Nei, þetta var áhugavert. Það var ekkert krúsjál moment í gangi hérna. Þeir hafa kannski viljað fá aukaspyrnuna þegar var brotið á hérna rétt ára fyrirgjöfin kom en þessi bara fín hagnaður í rauninu bara. Brynjar skallar þetta frá, Þorri með boltinn hérna, neglir þessu fram. Valgeir neglir þessu aftur inn á teig. Og þeir lenda hér saman, Bjarni og Hans Viktor. Halda báður höfuðið. Kannski þeir liggja hér óvíðir eftir báðir tveir. Já, sjá þetta aftur hérna. Langur boltur á Valgeiri. Þetta er harður árastur. Hans bakkar svona inn í og Bjarni ætlar að skalla boltan. Þeir eru báðir með augun á boltanum. Sjá ekki hvern annan. Lenda þarna í samstöðu. Það er spurning hvort að þurfum við aftur að kalla á út sjúkrabíl. Sjúkraþjálfarar beggja liða hér hlúa að þeim. Já. Halldór Hermann gefur merki að Bjarni þurfa að fara út af. Það var það annar leikmann í dag sem fer út af vegna höfuðmeiðsla. Já. Bjarni kom inn á í hálfleik, þetta var frekar stutt stopp hjá honum, 22 mínútur. Hans Viktor virðist alltaf halda áfram. En eins og við segjum áðan þá á aldrei að harka af sér höfuðhögg, þannig að það er að minnsta kosti gott í þessari stöðu að taka enga sénsa. En það sérstaklega verður pærir í því að þessi leikur svona skiptir í höfumáli litlu máli, þannig að það er að gera að taka ekki sénsa. Þessi Káa-liðið ætla að búið að vinna sigur í riðlinum og mætir eins og
Við höfum bent á IA í undanúrslitum keppninnar núna. En hér sjáum við besta leikmann KA síðasta sumar, Callum Williams, vera að koma inn á. Já, Bjarni Aðarsteinsson fyrir út og í hans stað Callum nokkur Williams. Áttu ótrúlegt sumar síðustu sumar. Callum nýkominn til landsins, búinn að vera að þjálfa hjá einu stærsta liði Englands, Leeds United. Yngri flokka þar í vetur. Já, Callum kom með 3 mörk fyrir KA. Öll síðasta sumar getur verið. Já, ég held að það sé bara hárrétt þegar við öll komum síðan sumar. Það voru allavega 2, ef ekki 3. Almar hér í baráttunni. En já, 20 mínútur eftir að þessu uppbótartíman sem verður væntanlega einhver í kjölfar þessara meiðsla. Sendum batakvæðir á Bjarna Aðarsteins. Halldór Hermann er að hlúa hann fyrir aftan. Já, KA tapar í boltanum. Valgeir með hann hér, Jóhann Árni gefur hann út á Arnór, nei, ég sé ekki. Og dauða færi, Guðmundur Karl var þarna óvænt kominn. Þetta var bara færi, dauða færi bara inn í Marteig. Það var sannlega erfiðar að setja hann yfir þarna. Já, þetta brot hér á KA, fá kannski sjá, reynum að sjá færið. Hér eru þeir spila þetta út til hægri og boltinn kemur hérna óvænt og hann neglir honum yfir af stuttu færi, Guðmundur Karl. bara líklega besta færi leiksins. Já, þarna hefði hann átt að gera betur. KA stálheppnir þarna. Já, þetta myndi bara Martin Keown þegar hann skóplaði boltan yfir fyrir Arsenal í mikilvæga leik á sínum tíma. Orðið nokkur ár síðan hærendar. Mikið rétt, sælla minninga. Sælla minninga fyrir okkur sem að styðjum ekki Arsenal. Fylgismenn afturkonur í sókn, laglegur þríhyrningur, en Torfi gerir vel, kemst þér á milli. Búinn að vera flottur í dag, Torfi, mótið sínum gamlu félögum. Já, sammála því. Bettis félaginu sínum. Fekk guldspjald snemma leiks en hefur Sæþór hefur brotlegur og fylgismenn hefur aukaspyrnu. Braut hér á Bergsjoni. KA-menn svona ekki alveg komist í takt í seinni hálfleik. Hér Torfi brotlegur en hagnaðurinn. Góð sending hjá Jóhann Árna og Valgeir sem að setur hann á Kristoffer Óskarsson. Bær björgun hérna. Glæsileg björgun hjá Brynjar Inga. Þetta ekki fyrsta skipti sem Brynjar Ingi bjargar marki. Valgeir gerir vel, gefur hann á Kristoffer sem að og Brynjar fleygir sig fyrir þetta. Frábærlega gert hjá Brynjar Inga. Já, Fjölnismenn ansi aðgangsharðir upp við mark KA núna þessa stundina og við erum bara mjög heppnir að vera ekki marki undir. Boltinn upp í loft. Spurning hvað gerist nú. Fór á hafa við hérna KA-mann upp í loft, þannig að KA sparka boltana frá sig væntanlega. Boltinn er við hjá Brynjar með slæm mistök og þetta var hrikalega afgreiðsla hjá Viktori Andra varmannunum.
hann var komin í ágætis frábært færi. Hér sjáum við þetta aftur, nýtir sér mistökin og hann bara kingsar hann eins og maðurinn sagði árið. Baldur kemur í pressu og hann kingsar hann eins og Gauji Þórðar sagði. Algjörlega. Hann Brynjar sem kom í pressu þarna. Þetta var ansi illa farið Káa tapaði boltanum á miðjunni og það virðist vera svona ákveðið dauðið í Káa-liðinu þessa stundina. Já. Ekki alveg að ná að halda boltanum og gera sér líklega. Já, ég veit ekki hvað maður að segja. Eða eftir að Hallgrímur Mar kom sér þetta úrvalsfæri þá hefur lítið verið að frétta af okkur Kámanum og við erum bara stálheppnir að vera ekki markið undir. Sér að Káa ætla að fara að gera einhverja breytingar, menn að hitta på varamannabekknum. Sýndist Svenni aðstæðarþjálfari vera að tala við Ólaf Aron áðan á miðjunni að koma inn á miðjuna þar að segja. Já, það er ekki bara velnilegt spjall. Búið að vefja hausinn á hann Bjarna. Guðmundur Karl. Einhver miskilningur hjá Káa hérna, vantar einhver talanda í vörnina. Jóhann Árni hérna með sendingu sem Callum kemst inn í og Grímsi sendir hann hér upp á Sæþór. En þessi virðist vera... Nei, hann er ekki að halda honum inn á. Á, rétt. Fylgismenni einkast. Núna sýnst mér Káa vera að gera skiptingu. Það er Daniel Hafsteinsson sem kemur á velli. Og Ólafur Aron Pétursson sem kemur inn á í hans stað. Já, það er spurning hvernig innkoma verði hjá Ólafur Aron. Danni er búinn að vera meiddur í síðustu tveim leikjum að mig minnir, þannig að hann tók góðar 75 mínútur í dag og Ólafur Aron kemur inn á. Já. Ólafur Aron með mikið markanef, svakalegu skotmaður. Vonandi hann negli einhverju skoti hérna síðasta stundafjórðung leiksins. Andri með langan inn á Steinþór sem að gerir vel, tekur vel á mótunum og góðan snúning. Gefur hann, hérna bjargaði Björgsveinn Ólafsson því að Sæþór kæmist í boltan og hér sjáum við endursýninguna. Andri með sendingu inn á Steinþór sem að lék vel á varnarmann en Bergsveinn gerði vel að reynsa þetta í horn. Kámi með hornspyrnu. Grímsi ánær og þeir skallið í burtu. Þorri með boltan hér en tapar boltanum og Fjölnismenn sækja hratt. Kristófer en Andri kemst inn í þetta en þeir sækja hér áfram. Arthur Breki með boltan hana. Jóhann með langa sendingu á Valgeir sem að næri ekki til knattar eins og boltinn fer aftur fyrir. Já, ekki galinn hugmynd þessi sendingu en hún er aðeins og há og úrveru markspyrna. Aron með langan, Sæþór í baráttunni, Bergsveinn skallar þetta, boltinn endar hérna hjá Grímsa sem að Fær ekkert fyrir sinn snúð. eða hvað? Jú. Þetta fór rosalega seint þetta hlaut. Já, hann hugsaði sig aðeins þetta er klárt brot, hann er ekkert að hugsa boltan, stígur bara fyrir hann. Já. Kom bara óverkandi hvað hann hlautaði seint því það var aldrei neitt hagnaður fyrir Káa þarna. Langt í næsta mann. Grímsi með aukaspyrnu, veggurinn er mjög nálægt. Gefur hann til hægri á Þorra sem var ekki alveg tilbúinn og það var einhver miskilningu þarna. Fjölnismenn með innkast, Grímsi í baráttunni hér og pressar hann vel og Káa innkastið taka það snöggt. Ólafur Aron með hann hér á miðjunni, langan á Steinþór. Káa þarf aðeins að halda boltanum betur. Við erum ekki að hann er orðin svolítið svona örvæntingafullir og er að reyna einhverja gullbolta. Þorri með hann hér aftur, Brynjar, Callum, Andri
pressaður vel og K.A. innkast. Áhuga að sjá hvernig standi Callum er. Komið bara til landsins bara á föstudaginn. Almar með boltan hér á Þorra sem að næri ekki að gera sem að þessu Fjölnismenn koma hér. Kristoffer með hann hér á miðunni. Svona aukt við fyrir áleiki þá finnst mér Fjölnismenn verið svolítið að stýra þessi seinni áleik hérna. Já, sammála því. K.A. samt átt nokkur góð færi hérna í seinni áleik einnig. Já, Alda Steinþór og Hallgrímur Mar báðir komið sér í gegn. Brynjar sparkar sér frá hérna. En Fjölnismenn hafa þó átt fleiri hættuleg færi í seinni hálfleik. Callum gerir vel og sparkar sér í Fjölnismann og innkast fyrir K.A.-menn. Hans Viktor með langan bolta á Viktor. Þorri skallar þetta frá. Þorri gerir vel, tæklar þetta. Aron Dagur sparkar þessu fram. Hann bytt á Fjölnismenn. Sæþór í baráttunni. K.A.-menn verðist að fara að gera skiptingu. Nökkvi Þeyr Þórisson að fara að koma inn á. Hefur átt mjög góðar innkomur. En hér eru Fjölnismenn að sækja tapunum. Grímsi hér í baráttunni og brotið á honum. Aukaspyrna dæmd. K.A.-menn vilja fá guldspjald. Það er bara nokkuð sammálaðum. Það er bara stoppa sóknina þarna. Já, komur svolítið hiti í K.A.-liði núna. Finnst að komast upp með ýmislegt hérna. En það er Bjarni sem að ræður ríkjum hérna. Sæþór í baráttunni. Bergsveit sterkur en Sæþór dæmdur brotlegur. K.A. verðist að vera Sjáum þetta aftur. Jájá. púra brot. Ít hérna vel í baki á honum. Skiptingin er svo og núna spurning hver fer út. Hallgrímur Mar virðist vera sem er að fara á velli. Nei, hann var ekki búið að gefa leiði fyrir að taka þessa aukaspyrnu þarna. Já, Hallgrímur Mar stengir sér hann út og inn í hans stað Nökkvi Þeyr Þórisson. Þannig að tvíburarnir spila aftur saman. Skor yfirleitt þeir eru konur inn á, þannig að Skoruðu við á báðir í síðasta leik. Og eins og Óli og Petti nefndu í síðasta leik, þá var þetta líklegast þriðja tvíburapari sem hafði leikið saman í K.A.-búrunum. Þeir Nökkvi og Steinþór hefur boltaðan á Þorra og með fyrirgjöfina, laglega fyrirgjöfin. Atli virðist fá lenda hérna í samstöðu við samherja sinn, liggur hér eftir og heldur höfuð. enn einn höfuðmeiðsli hérna. Skulum sjá þetta aftur hérna. Steinþór og Þorri kemur hérna utan á hlaupið. Góð sending og svo að færa henni höggja eftir, hann er búinn að ná að kýla boltan frá. Já, nóg að gera hjá Magnúsi Birki, sjúkraþjálfara Fjölnismanna. Varamarkmaður Fjölnismanna er Sigurjón Daði Harðarsson.
Spurning hvort að hann þurfa að bregða sér í markið. Einhver verður uppbúta tíminn væntanlega. Þetta var lagleg sókn á KA-liðinu og máttu nú sem ekki miklu muna þarna, en vel gert hjá Atla að íta í boltan þarna og konum frá áður hann fekk svo höggið þarna á. Það tók enga sénsa, það var skynsalegt bara að kýla hann í burtu þarna. Já, svo náttúrulega líka það að markmenn verður nú oft fyrir ansi miklu hnjaski þegar þeir þurfa að vera óhrættið við að vaða í boltan. Sjá þess að sókn aftur hérna. Steinþór búinn að vera sprækur í seinni hálfleik. Atli virðist að halda hér áfram og fáum hér fregnir að hvernig staðan er í enska boltanum. Everton er að vinna Chelsea. Óvænt og ekki óvænt. Já. KA10 með puttan á púlsinum. KA með boltan hér, fylgist með spörkóðunum til KA. Nú væri vel þegi að fá smá kraft í þetta síðustu 5 mínútur leiksins og pluss uppbúta tíman. Brynjar með langan hér á Steinþór en Hans Viktor skýlir þessu hérna. Ólafur Aron gerir vel, vinnur boltan, Þorri í álitlegri stöðu, kemur hér á en þeir ná að hreinsa þetta í horn. Bergsveinn fyrirliði Fjölnismanna. Ég sjá þetta aftur. Ólafur Aron gerir vel, sendar hann á Þorra sem að hafði tíma og pláss. Hann hefði getað farið lengra þarna kannski. Já, sammála því að sem ég kom kannski full snemma, menn kannski ekki alveg komnir í nægilega góða stöðu þarna, en flott sókn og vonandi okkar menn séu aðeins að lifna við. Steinþór með hornið, skalla þetta frá Almar. Þarna hefði KA átt að gera betur. Atli þrjumar þessu upp í loft. Fjölnismenn gera tvöfalda skiptingu síns mér. Það er þá væntanlega leikmenn númer 14 og 16. Sýnist en hérna Arnór Breki var að koma út af hérna 14 og 16. Kristján Gregor Sopa er að koma inn á og Helgi Snær Agnarsson. Já, hann er að koma inn á fyrir Guðmund Karl Guðmundsson. Já, svo er þetta Kristján hefði ekki sér góðan Sopa áður hann kom inn á. Ég var að koma hérna. Þetta halda ef pólskan mín er ekki að klikka þá er þetta Zoba. Já, hann er eins og komin í íslensku menningun í dag. En já, þetta verður væntanlega einhver uppátími sem bætist við hérna. Já, bæði lið búin að nýta allar skiptingar á útileikmunum. Fjölnismenn með langa bolt upp í horn, Callum hérna í baráttunni við Valgeir. Nær ekki að komast til gnattar eins og KA með markspyrnu. Þetta hefur svolítið verið saga seinni hálfleiks. Þeir eru að reyna langa bolta inn fyrir KA sem enda bara í markspyrnu. Já, sjáum við hérna bæði lið hafa átt annarkvæmt skot á markið. KA með 6 skot í leiknum gegn 8 hjá Fjölnismönnum. Bergsveit með langan hérna upp í horn á Kristján. Þorri í baráttunni.
hefur betur og tæklar hérna, þetta lítur á gult. Kristján Gregor Soba fær hér guldspjald, brota á Þorra. Aldrei spurning með þetta, sjáum þetta hérna aftur. Þorri gerir vel í að skilja boltanum þarna og tæklingin er algjörlega tilgangslaus. Það verða 4 mínútur cirka í uppbótartíma ef ekkert gerist innan síðustu mínútuna. Andri í baráttunni hér, Ólafur Aron gerir vel vinnur hann. Andri og Nökkvi í baráttunni hann. Boltinn endar út af, hvað eiga innkast. Já, þannig að tæpar 5 mínútur sem liðin hafa til þess að ná sigurmarki. Eins og við sögðum hann í upphafi útsendingar, KA búið að vinna alla leikina undirbúningstímabilinu til þessa. Spurning hvort það verði þá breyting á því núna, þetta var stefnir í það. Andri tekur yngast snögt. Fjölnir dundrar boltanum fram, Brynjar Ingi skallar hann, endar hjá Fjölnismönnum. Ingi rangstaða. Boltinn endar út af. Já, áhugavert að segja frá því, það er ekki að koma inn í einasta rangstæðinu leik. Það er ekki algengt. Nei. Segir kannski eitthvað sóknarleikin, ég veit það ekki. Já, uppbótartími er 4 mínútur, ekki 34 mínútur. Við höfum það hér. Fjölnismenn hér í ákjósanlegri stöðu. Sendingin, Þorri kemst inn á milli. Með erfiða sendingu. Boltinn endur á Nökkva, skilar honum á Almar. Laglegur samleikur milli Nökkva og Almar. Nökkvi missir hann aðeins svo langt frá sér en boltinn endar hérna hjá Steinþóri og KA er í ákjósanlegri stöðu. Steinþór kom á þetta en fyrirgjöfin ekki nógu góð og innkast. Boltinn er hjá Þorra. Viðbótartími er að lágmarki 4 mínútur. Já, nú ætla að búið að banna þessi flikkflakk innköst sem að Steinþór er þekktur fyrir. Þannig að ekki tekur hann það eitt svoleiðis hér. Torfi með boltan hér með langan á Nökkva, sér á stuttur. Valgeir neglir honum hérna fram. Aron Dagur skallar þetta frá, vel gert hjá Aroni. En KA tapar hann í jafnóðum. Löng sending hérna. Viktor gefur hann út. Steinþór vinnur hann, vel gert. Torfi með hann hérna. En slög sending og Fjölnismenn fá aukaspyrnu hérna á stórhættulegum stað. Já, sjáum þetta aftur hérna. Torfi gefur hann hérna í hælana á Almari og Kallum brýtur hér að sér rétt fyrir utan teg. Já, gerast ekkert mikið betri skotfærum aukaspyrnum heldur en þetta. Jóhann Árni Gunnarsson stendur yfir boltanum. Þessi er yfir. Aldrei hætta þarna. Já, síðasta mínútan að fara að ganga í garð. Við sem var að sjá jafntefli hérna. Leikurinn að fjara út. Liðin verið svona að gefa boltan raunteika fullt fram. Von og óvon. Tap honum jafnóðum bæði í lið.
Já, þetta búið að vera svona hálf skrítin leikur eiginlega. Svona sóknarleikurinn ekki verið endilega eitthvað aðalsmerki á liðunum. Svo kannski svolítið skrítið þegar KA hefur verið að skora gríðarlega mikið til þessa. Menn hér tapunum. Þorri með hann hérna. Og Almar gerir vel. En Brotið á honum. Ekki dæmt. Það fyrir að reyna að finna Steinþór þarna í staðan fyrir að koma honum yfir. Menn sækja hér uppbótartíminn liðinn. Valgeir með hann hér. Gefur hann aftur á Bjarni. Dómari leiksins flautar þetta af. Já. 1-1 niðurstaðan. Kannski bara sanngjörn niðurstaða. Bæði lið áttu sína. Heilt á litið sennilega bara sanngjörn niðurstaða og svona, við höfum alveg fengið ferskari leiki. Já, ég myndi segja það. En við slúðum kannski kíkja aftur á mörkin. Bæði komið þau í fyrri hálfleik. Það sjáum við mark gestanna, þeir komast í 1-0 hérna á 11. mínútu. Þetta er virkilega vel útfært á þeim. Ingibergur Kort Sigursson með markið. Og svo var það Elvar Árni sem að svaraði með marki úr vítaspyrnu sem hann krækti í sjálfur. Þrumar svo beint á markið og þá svo kannski kíkja aðeins á tölfræðina úr þessum leik. Hún kemur hér. Já, eins og gestin áttu svona fleiri skot og kannski ógnuðu kannski aðeins meira marki KA-manna en við kannski stýrðum spilnu framan á leik, já. Framan á leik og svona en svona í heildina litið þá var þetta fremur tíðindalítið í dag. Kannski helstu tíðindin að hafi ekki verið einn rangstæðilegum. Já. Það segir kannski ýmislegt. En já, við kannski þökkum bara fyrir okkur í dag. Minnum á að KA TV að sjálfsög sína stórleik KA og Selfoss í Ólistildinni í handboltanum annað kvöld klukkan 6:30. Viljum að sjálfsög sjá sem flesta í KA-miðlunu. Annars þá bara þökkum fyrir okkur í dag. Ágúst Stefánsson heiti ég, með mig var Aðalsteinn Halldórsson og Andri fyrir Björgvinsson og myndavélinni Magna Teimi, en við sjáumst fersk og minnum ætla á að KA spilar á 5. daginn í undanúrslitum Lengjubikarins gegn IA. Beint á IA TV ger ég reiknaði fastlega með. Eða Stöddu Sport. Já, eða Stöddu Sport, það er allavega ekki að KA TV því miður. En já, við þakkum fyrir í dag. Bless.